Gleðilegt sumar. Við bjóðum ykkur hjartalega velkomin á sumarskemmtun Blönduskóla. Ég heiti Unnur Borg og verð kynnir að sýningunni í dag ásamt Valdís Evu og Einar Pálma. Við erum nemendur úr 7. bekk. Fyrsta atriðið í dag var söngur allra nemenda í 1. til 7. bekk. Lögin þekkið þið öll, Stuðmannalagið, ofboðslega frægur og það liggur svo makalaust sem gamalt þjóðlag. Það var Eyþór tónlistarkennari sem spilaði undir. Dagskrá dagsins er að venju fjölbreytt og skemmtileg, enda fjölhæfir listamenn í 1. til 7. bekk í Blönduskóla sem munu skemmta ykkur hér í dag, ýmist með leik eða söng. Við viljum biðja fólk að hafa slökkt á farsímum á meðan skemmtunin stendur. Já, og gefa skemmtikröftum gott hljóð til þess að allir í salnum geti heyrt hvað fram fer á sviðinu. En næstur á svið eru nemendur í 1. bekk. Þeir ætla að flytja fyrir okkur ræningalagið úr leikritinu Kardímó með bænum. Eyþór tónlistarkennari spilar undir lagið en hann spilar undir hjá öllum söngatriðum hér í dag. Gjörið svo vel.
Við þökkum fyrsta bekk kærlega fyrir. Þá komið að nemendum annar bekkjar og mun sjá glæsilegi hópur flytja fyrir vorið konu en textin eftir Jón Thorsen. Gjörið svo vel. Þökkum öðrum bekk fyrir hressilegan söng. Næstur á svið eru nemendur úr 5. bekk. Þeir ætla að flytja fyrir ykkur leikna málshætti. Við bjóðum 5. bekk velkomin á sviðið.
Við þakkum 5. bekk kærlega fyrir flottan leik. Þá er komið að nemendum í 4. bekk. Þeir ætla að syngja fyrir okkur gleðisprengilagið Tætum og Trillum sem hljómsveitin Stuðmenn gerði frægt hér árið. Gjörið svo vel. Við þökkum 4. bekk fyrir góðan söng. En næstir á svið eru hinir léttfættu nemendur í 7. bekk. Þeir eru með leikritið Grísirnir 3. Gjörið svo vel.
sem sofnuðu, en það sem þeir vissu ekki var stór, grimmur úlfur fylgdist vel með þeim. Þríliði grís, en spennandi er að fylgjast með þeim og bíða á þeir snerti. Við hver hugsa með mjúkt grísakjöt í matinn. Það er stærra að meira kjöt í stóru grís en litlu grís. Morguninn eftir vöknuðu grísin þrír og sáu þá að þeir voru við vegamót og það sem meira var, þarna var líka skilti. Á skiltinu stóð: Passið ykkur úlfinum. Bræður mínir, nú skulum við halda sem hverja áttina og ég ætla þessa leið. Ég er að ganga. Hvert á ég fara? Nú er það að fara með ykkur. Þú ert frjáls að geta farið hversu þú vilt. Já, frelsi. Yey. Og eitt í viðbót. Hvað er það? Passið ykkur úlfinum. Passið ykkur úlfinum. Hvað var hann eiginlega núna? Það var lækur. Hvað var það? Hvað er þú með? Strák. Góði maður, viltu gefa mér smá strák? Ég er hús. Að við sögum Takk, ég ætla að byggja fallegasta strákhús í heimi. Já, verður það. Já, ég skal passa það á mig. Eitt strákur frá mörgum. Hann fléttaði saman að því þær var í heis að byggja sér öllu þessu ofurlítið hús. En hvað húsum er þið falleg? Best að bara einu slappa svo lítið á. Grís, en hvernig fallast húsum þú að byggja á? Ætlar ekki að bjóða mér heimsókn? Hver ert þú? Ég heiti Úlfur Úlfsson og ég á heima í stofunni. Ég var reynd að baka kökandi hér. Nei, þú ert bara. Ég stóri ljóti í húsinu og þú verð ekki að koma hérna inn. Það kemur samt reynd. Það hús þetta algjör drast. Ég get það flási á það og það fíkur um koll. Reyndi bara og síðan þegar ég geta þig. Svona blæsi á þetta auma hús. Iss, það var nú mikið að blása þetta hús um koll. Það er grísinn. Grís, litlu grís. Hvert hefur það farið? Ég skal ná þig þótt síðan verði. Nú víkur söguna að miðvíkurisinu, en hann hittir mann sem er með unga af kempi á vatninu. Og það er hvað þú með. Ég hef stimpi. Getur þið gefið mér nokkuð spýtur sem er stimpi hús? Jú, ég get það.
Já, þessi strákur sem fullt af það, fjóks mynd og þá bauð. Komum bara inn í steinustu við, okkur alveg óvirkilega, fáum okkur að borða og slappa af. Grís, ertu heima? Já, ég er heima og það þýðir ekkert að ljúga með neitt. Ræðin þú segir allt og til, menn ekkert þú veit enn. Ræðinni? Þeir hann líka? Hann er bara stóri ljóti úlfur, en gaman, bara þýðir grís, allir samstæða á sama tíma. Þið hæsja húsið, og þið sleppið ekki. Þú getur blásið af hús þegar þú vilt, en það vil ekki haggast. Svínspes, grísakjöt og teini. Ég fekk hugmynd. Ég fekk uppvakið fyrir niður stoppinn. Stopp! Úlfur! Ef þú gerir það, þá ertu í vondum málum. Ha? Hver er þú? Ég er sumarmaðurinn þessum sög. Sko, ef þú fyrir að trúa henni Stormfreyr, hann lendir ofan í grautarpartnum hjá grísnum Dremur og skarbrennur. Hvernig veistu það? Að því sögumaður og þekki söguna. En það þessi litli grís að veiða mér gildi. Limspúkar. Þú ert nú þegar búin að eða strák og tekur sér fyrir tveimur þeirra. Þú ert búin að hóta við ég þá. Þeir eru lafhræddir við. Þú getur ekki bara varð hér allt með freki og yfirgangi. En ég er úlfur, ég get ekki þessu gert. Jú, þú getur alveg varðið að láta grísna í friði. En þeir voru að... Þeir voru ekki að gera neitt. Þú veist að áreita á. Þú ræðir, þú getur leyft þeim að vera friðbúsinu sín og færðinni. Eða þú getur verið vinir þeirra. Úlfur og grís, get ekki verið vinir. Jú, ef þeir ákveða. Ég var lofað að vera góður og skoðaði að vera vinir hans. Ég var góður, en ég stóð í ljóti úlfurinn. Það var alltaf einhverju sagt. En þú ert ekki stóri ljóti, þú finnir alveg verið fallið sem góður að þú veit. Það? Já, það er kannski bara æfið svona tíma. Svo kemur það. Þið þurfið borðað með okkur. Borðað með ykkur. Það var aldrei neitt búin að borða áður. Við vorum að elda dýrindi súpu, það er nóg til. Já, jú, er það ekki bara? Jú, svei mér. Sko til, við getum meira sem verið kurteis. Erum við þá vinir? Já, vinir. Við þökkum 7. bekk kærlega fyrir. Nú ætlum við að bjóða ykkur hlé að standa þegar nú tókum hlé í 15 mínútur eða svo. Velkomin aftur. Við ætlum að halda áfram með þessu flottu dagskrá. Næst á svið Hreiðurvöku þau ætla að syngja á Krummi situr á víólu.
Við þökkum 3. bekk kærlega fyrir. Þetta var nú aldrei flott hjá þeim. Þá er komið að rúsínunni í pylsuendanum. Hinn frábæri 7. bekkur mun nú flytja leikþáttinn Svikastrumpu. 7. bekkur, gjörið svo vel. Þið munið eftir honum Kjartani, galdrakastlinum grimma sem rændi einum strumpana einu sinni. Þeim strumpi var bjargað sem betur fer og galdrakastlinn hlaut makalega ráðningu, en Kjartan hugði á hefndir. Ég skal hérna mín! Örlítið slönguðli. Þórskallu. Og það var að komið. Þessi drykkur mun hjálpa mér til að stöða strumpana. Ha 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 ha! Jæja, verður bara búið til dindir. Ekki er það létt. Öldið á bláum lit, öldið á lífi. Nú er það komið, nú er þetta komið. Hvað er þetta?
syngur Svikastrumpur fallegt rjóður þar sem vex kál. Hann veit að strumparnir eru soldnir í kál og bíður átekta eftir að einhver þeirra mæti. Sko, þarna þrír. Góðan dag. Ha, strumpur? Ég hata strumpar. Strumpum ekki þín. Fjórir, ég gleymdi strumpamálinu. Þú svarar ekki, hefur strumpa stáða á hvað? Hérna, fáðu bakka. Kanntu ekki að strumpa neitt annað? Einu sinni enn. Ertu að strumpa staðnir eða hvað? Já, einmitt. Ef þið finnst þið vera óstrumpin, segðu það þá. Já, einmitt. Auðvitað. Ha? Strumpi ertu? Þú gjörðu svo vel og beðast afsökunar strax, annars... Uss, nei. Það er það svona. Hafðu þetta. Ég skal hefna mín. Æ, fyrirgeðu. Ég hefði ekki að strumpa þér. Viltu fyrirstyrka mér? Sko, takk fyrir. Þetta kalpa. Og þá erum við strumpsatti. Viltu það ekki? Kálfrað? Hvernig skildi það bregðast? Ég hef aldrei borðað þetta áður, en það getur vel að vera mjög slæmt. Finnst það ekki gott? Oj, barsta! Ég hata kálfrað. Ekki meira. Ha? Jú, ég verðist að træla þessi í mig. Annars verður þeirra gránum að vera ekki venjulega strumpur. Ég er illa. Ná fögur. Ha? Nei, ég er alveg góður. Viltu meira? Nei, takk. Ég er sáttur. Ef að koma, það komið tími fyrir að halda heim. Annars verður aðstoðsvöpur reynd. Strumparnir héldu heimáleið inn í skóginn og þöktu strumpana. Þá erum við komnir. Ha 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 ha! Nú er ég komin og enginn hefur tekið eftir neinu. Þá er best að ég þóa það. Hvert er strumpast? Strumpaængin er að byrja. Þannig að reynt að strumpast áfram. Er allir strumpa komnir? Jæja, þá strumpum. Tilbúnir, nú. Hvað á ég að gera? 1, 2, 3. Svikastrumpur ráfar í hefndarhuginn í þorpinu sér hann allt í einu hús sem fangar hug hans. Á hurðinni stendur nefnilega skýrum stöfum vinnustofa bannað að strumpa. Sjáum nú til. Hér er enginn, besta lítið. Skoti, strumpur út á dust, smyst, kálsafi, hér er eitur, þetta vantar mig. Nú er það komið, þá erum við að finna eldhúsið. Það hlýtur að vera hér. Friðilegt, hér er enginn. Nú þarf ég að vera snöggur. Hann nú! Ha 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 ha! Skömmu síðar hringir kokkastrumpur bjöllunum til hádegisverðar. Komið að strumpa. Það er strumpu góðið þefur á þessu. Hata strumpu.
Þegar allir hafa lokið við súpuna snúa strumparnir sér aftur að verkum sínum. Eitrið virðist ekki hafa nein áhrif á þá. 2 stundum síðar Svikastrumpur orðinn óþreyjufullur. Ha? Engin áhrif. Það er besti líkun við eldhús. Ha? Súpa er ennþá á eldinu. Hvað ertu að láta í súpunum minni? Ansas. Aftur einskis. Ég verð að finna ykkur aðra leið. Svikastrumpur fær sér göngutúr út í skóg til að geta hugsað í næði nýja hefndargjörð. Þegar hann er kominn dálítinn spöl inn í skóginn sér hann hvar strumparnir eru í óða önn að byggja brú yfir Strumpufljót. Hriðilegt, þetta á að vera strumpað. Á morgun opnar núna með hátíðarstrumpi. Það er áleiðis, strumpið heim. Nú tekst mér að koma fram hendum. Nóttina læddist Svikastrumpur út í skóg að brúnni. Hann var búinn að finna ráð til að hefna sín á strumpunum. Morguninn eftir er haldin opnunarhátíð þar sem æðsti strumpur klippur á borðan og strumparnir geta gengið yfir á hinn bakka Strumpufljóts. Góði strumpar. Með þessu ástrumpi er miklu af strumpi náð í strumpingu strumpa. Og það er ykkar strumpa að þakka að þetta áfæri strumpa virkir en að orða að veruleika. Og það gjör svo kleift að strumpast héðan og yfir að hinn bakka strumpi. Ég er orðin leiður svo strumpans. Og með hræðu strumpi segi ég, lengi lífi strumpar. Bravo, bravo. Lengi lifi þessi strumpur. Jæja, það reyksu það. Nú verður gaman. Nú hreinum, nú hreinum. Bara einhver. Nú, ætlar hún ekki að láta undan? Hún reynir ekki, eins og ég voru skemmaður hennar rækilega. Eintum mistök, allt til einskis. En ég verð að finna ykkur aðra leið til hefna mín. Svikastrumpur féll í Strumpafljót og barst niður ána með sterkum straumum. Strumparnir hlupu til, sóttu reipi og fylgdu honum eftir. Að lokum gátu þeir komið til hans reipinu og dregið hann á landi. Þarna skal hulnari hælum. Skömmu síðar voru þeir allir komnir heim í Strumpaþorpið. Jæja, ég hvernig? Ha? Það er þarna. Góði Andri. Það var engin tilviljun að góðum strumpabæði. Það var búið að strumpa alla kalla. Þetta
svikastrumpur læddist burtu en þar sem vatnið úr strumpafljóti hafði leyst upp límið í dindli Kjartans datt hann allt í einu af. En ég verð að finna einhverja aðra leið til hefna mín. Hvað á ég að gera? Nú veit ég, kveiki þorpin hvern, það allir eru sofandi. Ha 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 ha! En strumpar gerast tortrygnir og fara að efast hvern annan. Er fýlustrumpur umstrumpingur eða er það hrekkjastrumpur? Hver veit? Jæja, Kjartan var frjáls ferða sinna og hélt heim á leið. Lífið í strumpaþorpinu hélt áfram og nú áttu strumpar sem strumpaverk fyrir höndum. Jæja þá, nú er aftur að strumpu brúnlegu strumpufljót, strumpu þú til starfa. Ég skal hefna mín, ég skal hefna mín!
Við þökkum okkur og hinum í bekknum fyrir þessa frábæru sýningu. Þá er komið að lokaatriðinu sem allir bekkirnir koma saman og syngja saman skemmtilega lag eftir til voru kallar á þig. Okkur langar að biðja ykkur, áhorfendur góðir, að standa upp og taka undir sönginn með okkur fyrir hönd nemenda og starfsfólks Blönduskóla. Þökkum við ykkur fyrir komuna og vonum að þið hafið notið skemmtunarinnar. Takk fyrir.